Með aukinni notkun ungmenna á snjallsímum og spjaldtölvum spyrja ýmsir hvaða afleiðingar það muni hafa fyrir öryggi barna á netinu. Í nýrri rannsókn sem gerð var í 5 Evrópulöndum var þessi spurning í forgrunni. Kjartan Ólafsson, sem lektor við Háskólann á Akureyri, hefur unnið að úrvinnslu gagna úr þessari rannsókn með fræðimönnum við Háskólann í Mílanó. Hann segir niðurstöðuna sína ótvírætta börn sem eiga og nota snjallsíma og spjaldtölvur til að tengjast netinu sé að jafnaði líklegri til að upplifa neikvæðar afleiðingar af netnotkun. Hins vegar uppskeri þau einni meira jákvætt, hafi til dæmis meiri færni og séu líklegri til að nota netið í tengslum við skólaverkefni. Margir skólar og félagsmiðstöðvar hafa að undanförnu varað foreldra við að börn þeirra sé að nota samskiptavefi á borð við Formspring, Talked og Ask sem snúast að einstaklingar spyrja spurninga í skjóli nafnleyndar. Spurningarnar virðast margar hverjar snúast klám, kynlífslýsingar og einelti. Ég veit til dæmis dæmi það sem verið að spyrja, já, þú veist, hefur þú tóttastrák? Og það bara verið að svara þessu og spyrja, þú veist, já, hvernig stelling finnst þér best og spyrja, þú veist, hverjum mistur þú meitdóm með, hefur þú mist meitdóminn, hvað hefur þú prófað í rúminu og... Í rannsókn sem Háskólinn á Akureyri gerði nýlega á netnotkun 15 og 16 ára unglinga og náði til 7 landa kom fram að þeir séu inni á þessum samskiptavefum og svari þar spurningum persónlega hagi sína og taki þátt í umræðum samnemendur sína sem hafi leitt af sér vandamál og vanlíðan sem rekja megi beint til þessara netsamskipta. Unglingum finnst oft erfitt að koma sér hjá að svara einstaka spurningum. Þeir séu ekki látnir í friði ef þeir svar ekki. Þeir nefna líka að ákveðin spenna fylgi þessum samskiptum og þeir kalla þetta skemmtilega afþreyingu. Mikill meiri hluti þeirra á netinu nánast daglega. Það eru örfáir sem að fara einu sinni eða sjaldnar í viku á netið. Og þessi netnotkun að það sem að það eru mikið þróun í henni, þannig að finna mikið magn á upplýsingum og þetta hefur svona haft bæði jákvæðar og neikvæðar afleiðingar fyrir ungmennin. Þetta hefur opnast heimur fyrir að afla upplýsinga. Þannig það að finna mikið af upplýsingum og þetta geta notað bæði í sínu námi og starfi. En svo líka svona annað sem neikvætt sem að kannski hefur síður, sem hefur svona neikvæð áhrif á þeir eins og til dæmis eins og einelti og þessi samskipti, þessi neikvæðu samskipti sem að hafa orðið. Og eins líka það að þessi aukna notkun á netinu, að tími sem þau eru á netinu, að hann að verða svolítið mikill. Og það alltaf fleiri og fleiri sem að verða þá í þessum áhættuhópi fyrir netávana. Þróunin hefur verið líka svo að það orðið miklu erfiðara að fylgjast með netnotkun barnanna núna heldur en var áður. Að núna það algengasta sem þau eru að fara á neti, það að fara í eigin fartölvur, eigin borðtölvur eða síma. Þetta þeirra eigintæki og þau eru að nota líka það í eigin herbyggjum. Það eru örfá ár síðan að það var bara ein heimilis borðtölva sem var í einhverju miðrými sem allir gátu fylgst með. Þannig að nú eiga foreldrar miklu erfiðara með að fylgjast með netnotkun barnanna sína og hvað þau eru að gera. Það álit margra að eina leiðin til að tryggja að ungmenni verði ekki særð og niðurlægð með þessum hætti sé að þau skrái sig ekki inn á ofangreinda vefi. En ekki farsælla að kenna börnum og unglingum hvernig eigi að umgangast svona síður? Þá augljóslega að kenna og ekki að banna vegna þess að á þessum árum, ef þú bannar eitthvað, þá það spennandi og þá sækistu í það. Þannig að það að gera að kenna að nota netið, hvernig þau nota og hvað sé góð nethegðun og hvað sé slæmt, hvað megi gera og hvað eigi ekki að gera. Til dæmis eins og það að þau eru að hitta fólk sem þau sjá kynnast bara í fyrsta skipti á netinu. Það bara ótrúlega margir sem í raun og veru fara svo að hitta þessa aðila og þau vita ekkert í raun og veru þegar þeir eru að kynnast á netinu hverju þetta eru. Þannig þetta ein af áhættunum. Allar þessar svona síur og hættur sem að foreldrar kannski miða oft bara við þennan tíma, það með ekki vera meira heldur en þetta margar klukkustundir og það ekki það sem við þurfum endilega að horfa á, heldur hvað ertu að gera á netinu. Og þessar síur, þeir sem að vilja fara í kringu þær, þeir gera það. Eins og þeir segja bara, ég kemst inn á þessar síður, ég þarf bara að ljúga til aldur. Munur á kynjunum í netnotkun?
Ja, man vill säga att strákar eru frekar i mycket tölvuleikum med stelpur kanske aðeins lengri tíma á samskiptasíðum en það ekki munur á fjöldi krakkar, stelpur eða strákar sem nota samskiptasíðum. Så það nánast allir ungmenna hérna í þessa aldurshóp á Ísland sem á einhverju samskiptasíðu. En eru þau að sækjast eftir einhverju mismunandi strákar og stelpur inn á þessum samskiptasíðum? Ég held marga stelpur náttúrulega að sækja eftir og vara í tengs með andra. Ja. Och þau tala med folk á Ísland, folk utanfrá, læra andra länder och annat folk. En strákar ofta att tala dessa tölvuleikir som att spela med Skype och med chatt. Som þau með. Einelti á netinu, heldur það sé meira meðal stelpna en stráka? Okkar ansökt segir það að það fleira strákar sem búin að vara bæði gerandi og komið fyrir einelti. En það náttúrulega líka stelpur og það aðeins munur að meira stelpur segja að þeir líður illa að vara fyrir einelti. Krakkarna fer náttúrulega inn, þau sé nokkuð mikið klám, nánast 7 av 10 strákar segist hafa sé klám og nokkuð reglulega og nokkuð færri stelpur segist hafa nokkuð síma sé klám á netinu. En þau ekki að horfa á þetta reglulega. En sem strákarna segir, ég strákur, hvað heldur? Ég far inn á þessa síður. Og ef ég ekki 18 ára þá ger ég mig bara ett svona notandi nafn sem segir að ég 18 ára. Mjög marga af krakkarna sem voru partur af viðtalsrannsóknin lýstu einmitt þetta að þau fá meira öryggi bak við skjáin. Þau geta taka annan persónu á sér, þau sem feimnir, þau geta koma í kontakt með strákar, stelpur til dæmis, það svona fyrsta kærasta svona net. Þau geta taka þá fyrsta skrefet og það ekki svo vandralegt þetta að kynnast strákur eða stelpa. En så naturligt aðrir som teker allt annan persona á og kanske mjög dónalegur eða eldri eða skiptir kyn. Það mjög dæmi þetta. Þau finnast öruggir bak við skjárin og enginn tekker mig. Nokkuð margir segir að þetta ekkert mál, en það hópur, það 25% som líður mjög illa og við með fullt af fréttir kanske ekki från Island, men i Skandinavien och annan stader att folk lider så illa att det bara ser ingen annan lösning än att ta livet av sig och det bara jag menar nokkuð mycket dæmi detta så det bara mjög mikilvæga partur helt jag att krakkar idag och ens lika fullordnir læra såna goda netsíðu heter det síðu. Svona kurteisi á netinu. Kurteisi á netinu. Och detta börjar mjög snemma.